verkefni framtíðarinnar að mínu mati er að bæta hag ungs fólks í landinu. Brýnustu verkefni framtíðarinnar er að sjá til að nemendur geta fengið íbúðir. Umhverfismál. Mynda umhverfisvæna vana fyrir umhverfisvænni framtíð. Pæla aðeins meira í umhverfið heldur ef við gerum það nú þegar. Umhverfismálin að draga úr matarsóun og hugsa betur umhverfið okkar. Umhverfið. umhverfismál. Umhverfismál. Að vernda umhverfið. Umhverfismál. Umhverfismálin. Umhverfismál. Umhverfismálin. Umhverfismál og jafnrétti. Umhverfismál. Umhverfis- og loftslagsmál. Umhverfismálin. Umhverfismál og heilsa fólks. Ef við hugsaum ekki umhverfið þá bara deyjum við örugglega. Gangi ekki á auðlindir okkar, svo komandi kynslóðir getur notið sömu lífsgæða við. Brýnustu verkefni framtíðarinnar er að bæta náttúrun okkar. Náttúran sko. Þess að skemmi ekki jörðina. Ég tel að með endurnýtanlegri orku að það sé okkar brýnustu verkefni að nýta hana. Það þarf að grípa til verulega stóra aðgerða í umhverfismálunum. Það þarf að mínu mati þarf öll framleiðsla að taka mið af sjálfbærni. Minnka mengun. Að laga loftslagsmál. Mengun á vandamálum í Íslandi bara. Loftslagsmálin. Takast á við vímuefnavandamál hjá ungmennum og almenn umhverfisvandamál. Að efla heilbrigðiskerfið. Bæta heilbrigðiskerfið og setja meira fjármagn bara í. Styrkja heilbrigðiskerfið. Það er bara að passa upp á unga fólki okkar og bara hjálpa fólki með geðræn vandamál og bara veita öllum hjálp sem þurfa á hana að halda. Að lækka vexti til þess að lækka kostnað við að kaupa fasteign. Bæta almenna samgöngu. Sjá til þess að komandi kynslóðir geti lifa við sömu náttúruauðlindir og við gerum í dag. Við getum gert Ísland betra með því að vera kurteisari. Minnka plastnotkun. Flokka plast betur. Vernda umhverfið, minnka mengun og keyra minna. Við getum flokka plast betur. Flokka úrgang betur. Því að við viljum ekki að allt sorpið sem við söngum að okkur farið út í sjó og eyðileggja náttúruna okkar. Flokkað, gefið öllum jöfn tækifæri. Ég sagði að koma í veg fyrir hnattræna hlýnun út af ef við pössum ekki upp á það þá getur orðið óbyggilegt á Íslandi. Við getum byrjað á því að passa upp á umhverfið og bara taka alvarlega á málum sem varðar bara eins og heilbrigðisþjónustu og hvað varðar andlega sjúkdóma og fíkn og svoleiðis. Mér finnst bara ef að við sem samfélag myndum bara hætta að dæma aðra og þá er það strax allt miklu betra. Við séum öll bara með nákvæmlega rétt jafnrétti og höldum bara samfélag okkar gangandi. Bara sjá til þess að öllum líði vel og hafa jafnari lífskjör. Allir að vera jákvæðir og passa upp umhverfið. Lækka verð á leigumarkaði. Við getum bætt heilbrigðiskerfið til muna og stuðla að betri andlegri heilsu sem og líkamlegri. Eflt heilbrigðiskerfið og verið umhverfisvænni. Með því að bæta umhverfismálin, leigumarkaðinn og heilbrigðiskerfið. Betra aðstæður fyrir gamla fólki á elliheimilum. Forgangsraða, rétt og hafa áætlun innan forgangsröðun og svo framkvæma það. Það sem ég get gert til að leggja mitt að mörkum er að bara vera til staðar fyrir vini mína ef þau þurfa á mér að halda og flokka og sjá til þess að úrgangur fer ekki til spillis. Bara hugsa betur umhverfið. Pæla meira hvað ég er að kaupa og hvað ég þarf og hvað ég þarf ekki. Sleppa ég að keyra ef það er möguleiki að labba. Bara lifað umhverfisvænu lífi. Útrýmt bensínbílum og frekar metanbíla eða rafmagnsbíla líka. Endurnýtt. Það sem ég get lagt að mörkum er að flokka og passa bara hvað ég kaupi. Haldið áfram að dreifa þeim boðskap sem að ég hef fundið í náttúruáfangunum í Flensborg og ég get flokkað og ég get gert alls kyns. Fengið mér rafmagnsbíl. Keyra minna. Bara flokka sorpið sem kemur frá heimilinu mínu og Flokkað. minnka einnota plast. Flokka ruslið mitt og minnka matarsóun. Ég get byrjað með því að flokka sjálfur heima, gert það betur. Ég get flokkað. Ég get flokka plast. Þetta kannski bara að flokka betur heimi á mér og Flokka plasti. Vera jákvæður og hjálpa til. Kaupa umhverfisvænari vörur eins og föt, mat og snyrtivörur. ég get flokkað og kosið. Kosið rétt. Bara taka þátt í samfélaginu og berjast fyrir þessu. Mótmælt hvað það er ekki gert neitt í þessum málum. Labba stundum í skólan, taka kannski almenningssamgöngur í stæði fyrir að fara engabílum. Bara tekið að mér einhver sjálfboðaliða störf og bara verið meðvituð hvernig samfélagið er. Ég get bara hugað betur að náttúrunni og flokkað og hugsa bara vel heilsu mína. Bara haldið áfram að mennta mig og lært af öðrum og með því að vekja athygli á málinu bara við stjórnvöld og fólk í landinu. Að láta mínu rödd heyrast og aðstoða samfélagið við
að kljást við þessu verkefni sem við erum að berjast. Nálgast fólk og skoðanir þeirra bara að virðingu. Bara að vera fyrirmyndar borgari og eins og oft sagt, margt smátt gerir eitt stórt og ef allir taka til sín það sem þeir geta gert, eins og flokka og neyta sjálfbærna farartækja, þá ætti allt að fara eins og við vonumst til að það fari.